Frú forseti. Við ræðum hér í, ef ég man rétt, fjórða skipti við 2. umræðu. Nei, það komst nú ekki alltaf til 2. umræðu málið. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um Evrópska efnahagssvæðið, bókun 35 eins og það er kallað í umræðunni. Mig langar svona örstutt fyrst að rifja aðeins upp söguna. Það vakti nokkra athygli að þetta skyldi vera fyrsta þingmál þessarar nýju ríkisstjórnar á sínu fyrsta þingi að mæla fyrir þessu máli. Það fór til þess að gera hratt í gegnum hv. utanríkismálanefnd. Ég man eftir mynd af formanni nefndarinnar þar sem hann mjög stoltur stóð með nefndarálitið og nefndarálit meirihluta en síðan eru liðnir rúmir 2 mánuðir. Þannig að ég hef svona reiknað með því að þetta mál kæmi hér til umræðu í góðu tómi á fyrri stigum en hér stöndum við í dag á laugardegi, á öðrum degi þessarar umræðu og nóg eftir, segir mér hugur. Þetta mál sem að grundvallast auðvitað á samþykkt EES-samningsins árið 1993, þar sem óhætt er að fullyrða að sú innleiðing bókunar 35 sem viðhöfð var þá hafi verið algjör forsenda þess að málið var samþykkt. Hér hefur verið vísað til sjónarmiða sem að fyrrverandi hæstv. ráðherra Björn Bjarnason hefur haft uppi að það hafi nú verið meiningin að gera þetta með þeim hætti sem að nú er horft til, en þá nefni ég á móti sjónarmið sem þáverandi forsætisráðherra, hæstv. Davíð Oddsson, hefur haft uppi og talað skýrt fyrir að þetta hafi verið algjör forsenda að mál yrðu með þeim hætti sem að raunin varð og verið hefur alla tíð síðan að meginatriðum til, þar til núna fyrir nokkrum árum síðan, þegar samningurinn hafði verið framkvæmd hans hafði verið með þeim hætti sem bókun 35 eins og hún er innleidd núna segir til án forgangsreglunnar. Það liggur algjörlega fyrir að án þessa fyrirkomulags hefði samningurinn ekki verið samþykktur með þeim hætti sem að gert var fyrir 32 árum síðan, 1993. Og ég hef oft velt því fyrir mér í tengslum við til að mynda umræðu beitingu greinar 102 í EES-samningnum og sömuleiðis varðandi þessi áform breytta innleiðingu bókunar 35 núna, að þeir sem telja sig vera hörðustu stuðningsmenn EES-samningsins séu nú kannski á endanum þeir sem að valda samningnum mestu tjóni í umræðunni, vegna þess að það er þessi tilhneiging að nýta ekki þau verkfæri sem samningurinn veitir, eins og grein 102 til að mynda sem að setur þrýsting á samninginn í umræðunni. Ég get sagt það hér að því ég reikna með að einhver komi hér á brigsli mér og félögum mínum í Miðflokknum að vera andstæðingar EES-samningsins. Það er ekkert slíkt, allavega ekki mín afstaða er ekki sú. Ég vil bara að við nýtum okkur þau verkfæri sem EES-samningurinn býður upp á og þannig verjum við samninginn ef það er það sem menn raunverulega vilja. Svo getur auðvitað verið að sé eitthvað allt annað sem menn raunverulega vilja, full inngangi í Evrópusambandið eða hvað sem það kynni að vera. Það verður hver og einn að útskýra það fyrir sjálfan sig. Síðan er þessi ákvörðun eða þessi nálgun sem hér liggur fyrir í fjórða skipti, ef ég man rétt, í þinginu að innleiða bókun 35 með þeirri forgangsreglu sem hér er lagt til að verði viðhöfð. Þetta var athugasemd og ágreiningslaust í rétt 2 áratugi og mér segir svo hugur, svo kom einhverjar vangaveltur og það kólnaði áhuginn á málinu. Svo rýkur hann upp á tilteknum tímapunkti og mér segir svo hugur, hann er eflaust margir ekki sammála mér í þeim efnum, en að þessi
mikla áhersla að utan á þessa breytta innleiðingu bókunar 35 sé að einhverju marki undirorpin því hvernig tilteknir póstar eru mannaðir. Ég fór yfir þetta í ræðu síðast þegar þetta mál var rætt. Ég ætla ekki á þessu stigi að fara yfir það í smáatriðum, en þessi áhrif blasa við þegar við skoðum myndina sem birtist okkur. Ég held að öll þau atriði sem hér eru tínd til, m.a. Hæstaréttardómurinn títtnefndur fæðingarorlofsmálið, þetta eru allt saman atriði sem við getum brugðist við með lagasetningu ef við viljum að gildandi íslenskur réttur sé með þeim hætti sem þar var deilt um. Það er Hér kom fyrrverandi hæstv. Utanríkisráðherra áðan, hv. þm. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, og lýsti því sem hafði svo sem verið lýst í ræðum áður, að Alþingi sé í lófa lagið að setja fyrirvara í nýja löggjöf sé ætlun Alþingis að regluverk stangist í raun á við það sem komið hefur frá Brussel til einföldunar í umræðunni. Það er rétt, en það hefur ekki gildandi réttur, þessi forgangsregla sem hér er lagt til að verði innleidd, hún teppaleggur Brussel-færibandið yfir gildandi rétt. Öll lög sem þegar hafa verið sett njóta ekki þess að Alþingi geti stigið inn í, það er þá ekki nema með nýrri löggjöf sem er vegferð sem er ekki á vísan að róa með að bara Alþingi hafi nokkurn áhuga á eða sjái fyrir sér að gera. En gildandi réttur, hann verður allur undirorpinn þessari forgangsreglu sem hér er lagt til að verði innleidd, og þar hefur Alþingi á fyrri stigum ekki haft tækifæri til að segja stangist þessar reglur á við reglur sem síðar koma frá Brussel, þá skulu þær ganga framar. Ég sé að hv. þm. Pavel Bartošek, framsögumaður nefndarálits, er að koma í andsvar og bara ég reikna með að við eigum samtal um þetta hér á eftir. En þetta er atriði sem mér þykir skipta gríðarlega miklu máli, og þess vegna hefur mér til að mynda þótt skynsamlegt að ef að menn á annað borð fara eitthvað áleiðis í þeirri vegferð að nálgast mál með þeim hætti sem hér er lagt til, að það verði þá dregin tímalína í sandinn þannig að það verði skilið á milli þegar settra laga og þeirra sem síðar eru samþykkt hér í þinginu. En ég ætla nú ekki að fara í þær vangaveltur kannski núna, það geti komið síðar í þessari umræðu. En mér langaði hér stuttlega aðeins að ramma inn hvernig ég sé fyrir mér að nálgast umræðuna þetta mál í næstu ræðum mínum hérna, sem gætu orðið allnokkrar í ljósi þess að forsetar Alþingis hafa ekki lagt það í vana sinn að heimila lengri ræðutíma eins og þingsköp heimila, heldur verður væntanlega að horfa til þess að hér verði nokkur fjöldi 5 mínútna ræða sem ég mun þá reyna skipuleggja þannig að svona samhengi verði í hlutunum og auðvelt að glöggva sig á fyrir þá sem líta til með þessari umræðu annaðhvort næstum því í rauntíma eða síðar. En það eru hér atriði, bara til að ramma þetta inn í byrjun, það sem ég hef þegar farið yfir, sagan, tilurð samþykktarinnar, ég mun fara í gegnum það, með hvaða hætti menn ræddu þetta á sínum tíma í aðdraganda samþykktar þessa máls, hverjar forsendurnar voru, forsendur bókunar 35 eins og hún var innleidd án þessarar forgangsreglu sem hér er lögð til. Ég mun koma inn á grein 102 og með hvaða hætti hún hefur ekki verið nýtt og með hvaða rökum hún hefur ekki verið nýtt á fyrri stigum, sem ég held að sé raunverulega atriði sem til lengri tíma grafi undan EES-samningnum en styrkja hann ekki, að sú heimild sé ekki nýtt.
þessi svona einstaklingsbundnu áhrif sem mér sýnist hafa komið fram varðandi áhuga á þessu tiltekna máli. Ég mun koma nokkuð inn á það hér síðar í umræðunni. Réttarheimildir, mikilvægisrök þeirra, þetta er auðvitað stílbrot. Það er ekki hægt að kalla það annað að allt í einu hafi regluverk sem kemur að færibandinu frá Brussel, sjónarmiðum að yngri lög gangi framar eldri, er kippt úr sambandi, sérlögum gagnvart almennum lögum og þar fram eftir götunum. Það er töluvert af svona atriðum sem mér finnst nauðsynlegt að við ræðum í samhengi við þessa umræðu sem hér mun eiga sér stað væntanlega næstu daga. Því er haldið fram að málið sé fyrst og fremst tæknilegt, en staðreyndin er sú að í þessu máli er prinsipákvörðun, prinsipafstaða, prinsippbreyting, grundvallarbreyting. Og það er nú oft þannig að mál geta verið í hugum sumra lítil að umfangi, fáar greinar og það allt saman, en staðreyndin er svo að áhrifin og kannski líka afleiddu áhrifin geta verið gríðarlega mikil. Og það þurfum við að reyna að greina hér og reyna að átta okkur á svona hvað stærri myndina varðar og heildaráhrif málsins. Ég mun sömuleiðis verja töluverðum tíma í að fara í gegnum þau sjónarmið sem hæstv. Utanríkisráðherra þess tíma, núverandi hv. þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson, hélt fram fyrir hönd Íslands í utanríkisráðherratíð sinni með bréfaskriftum á árinu 2020 og yfir árið 2021. Sérstaklega bréf frá 30. apríl 2021 sem er upp á einar 24 blaðsíður þar sem svona kjarnarökum Íslands, vörn Íslands er haldið til haga og sett fram á býsna skýran máta. Og það kom mér á óvart að í gegnum allt síðasta kjörtímabil fengum við almennir þingmenn ekki aðgang að þessum upplýsingum. Þessi bréf voru ekki birt en þau voru birt núna í mars-apríl ef ég man rétt, og ég kann núverandi hæstv. Utanríkisráðherra þakkir fyrir að hafa aflétt trúnaði af þessum plöggum, því að það var auðvitað ótrúleg staða að finna sig í við fyrri framlagningar þessa máls að við þingmenn hefðum ekki aðgang að sjónarmiðum Íslands í vörnum hvað varnir varðar gagnvart athugasemdum ESA. Bara hvernig áttum við raunverulega að eiga það samtal sem nauðsynlegt var þegar þeir einu sem höfðu fengið að sjá þessi plögg voru nefndarmenn í utanríkismálanefnd bundnir trúnaði? Það gerir ekkert gagn fyrir okkur almenna þingmenn sem þurfum að taka afstöðu til málsins hér í þingsal og erum þrátt fyrir allt mikill meirihluti þeirra atkvæða sem hér skila sér í hús. Fulltrúar í utanríkismálanefnd eru 9 og þá eru eftir 54 þingmenn hér í salnum sem ekki hafa, 53, utanríkisráðherra þingmaður auðvitað líka, 53 þingmenn hér í sal sem ekki höfðu í öllum fyrri framlagningum þessa máls aðgang að þessum upplýsingum. Þetta er auðvitað búið að vera alveg ótrúlegt verklag í kringum þetta mál hér á fyrri stigum, hreinlega alveg ótrúlegt. En þessi sjónarmið sem utanríkisráðherra þess tíma hélt til haga með mjög ákveðnum hætti, vel framsett, þau eiga hér mikið erindi inn í þessa umræðu. Og það kom fram, mér þótti áhugavert að afstaða fyrrverandi utanríkisráðherra hæstv. Núverandi hv. þingmanns Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur sem kom fram hér áðan í andsvari að í raun, ef ég skildi þingmanninn rétt, að þau rök sem þarna voru fram sett í þessum bréfaskriftum hefðu í rauninni í heild sinni úrelst með dómi Hæstaréttar. Og það er atriði sem ég veit að hv. þingmaður Sigríður Andersen mun fara hér yfir síðar í umræðunni og ég mun vafalaust koma inn á það að einhverju marki sjálfur að afstöðu til þess tiltekna sjónarmiðs. En þarna 30. apríl 2021 má segja að kjarnarökstuðningurinn sé settur fram í 24 blaðsíðna svari til ESA og það vekur undrun mína að þingmenn líti svo á
að þær varnir hafi í einu lagi úrelst með dómi Hæstaréttar, sérstaklega með tilliti til m.a. nýlegrar blaðagreinar þess efnis þar sem önnur mynd er teiknuð upp og svo sem fleiri haldið fram þeim sjónarmiðum að sá skilningur sé að nokkru marki á misskilningi byggður. Ég mun sömuleiðis fara hér svona einhverju marki, það er nú svona spurning hversu djúpt ég fer í það, en það auðvitað getur haft töluvert skemmtanagildi þegar þingmenn hitta sjálfa sig fyrir, komnir í ríkisstjórn og hitta fyrir sama þingmann sem áður sat í stjórnarandstöðu. Það er ekki útilokað að Flokkur fólksins muni bjóða okkur upp á nokkra skemmtun hér í þessari samantekt, en það gætu nú orðið fleiri sem legðu eitthvað til í púkkið í þeim efnum. En af því að hv. þingmaður kom hér í andsvar áðan, hv. þingmaður Sigurjón Þórðarson, og talaði hvort það væri ekki mikilvægt að geta skipt skoðun, að menn hlustuðu á rök og breyttu afstöðu sinni til mála ef til þess bær rök kæmu fram. Og það er fínt. Ég er mjög fylgjandi því. En það sem hv. þingmaður Sigurjón Þórðarson, bara svo ég taki smá forskot á sæluna hérna varðandi þennan hluta ræðuhalda minna, þá gleymdi hv. þingmaður Sigurjón Þórðarson því algjörlega að umskipti Flokks fólksins urðu ekki sem hluti af samtali Evrópureglur, bókun 35 og þess háttar hluti, heldur urðu umskiptin yfir nótt í tengslum við það að Flokkur fólksins kom inn í ríkisstjórn. Það voru engin samtöl þarna á milli. Það var engin umræða þessi mál í samfélaginu og alls ekki nein umræða sem þingmenn Flokks fólksins tóku þátt í að því virðist. Þannig að umskipti Flokks fólksins, þau voru ekki grundvölluð á málefnalegri umræðu eða greiningu á því hvaða áhrif téður hæstaréttardómur hafði í samhengi við til að mynda sjónarmið stjórnvalda fyrir hönd Íslands á árinu 2021. Bara alls ekki. Það voru bara önnur sjónarmið sem þar voru undir og maður getur haft pólitískan skilning á þeim. En þá eiga menn bara að segja það að þetta var bara gjaldið fyrir það að komast inn í ríkisstjórnina sem nú situr við völd. Við í Flokki fólksins gáfum eftir öll sjónarmið okkar í Evrópumálunum. Segið það bara og þá er það bara frá. Það er hægt að hafa skilning á því þó að það sé kannski miðað við hversu mikla áherslu þingmenn Flokks fólksins lögðu á þessi mál, akkúrat þessi mál. Ég bara man varla eftir því að hæstv. ráðherra samgöngumála hafi opnað munninn öðruvísi en að hrakyrðast í garð þeirra áforma sem hér eru framsett þó að það væri verið að ræða allt önnur mál. Hæstv. ráðherra, núverandi fyrrverandi þingmaður, hann hafði skoðun á bókun 35 í samhengi við næstum því allt. Og nú er það breytt. Sama á við formann flokksins, hæstv. ráðherra Ingu Sæland og fleiri þingmenn Flokks fólksins og ég mun svona taka smá tíma því ég veit að það er nóg til og meira frammi. Þá mun ég nú taka svona smá tíma í að aðeins að ramma þetta inn bara til að halda til haga þessum umskiptum sem urðu þarna. Nú síðan er auðvitað ekki annað hægt en að fara í gegnum að hluta til þær umsagnir sem fyrir liggja og þær greinar sem ritaðar hafa verið þessi mál. Og þar þurfum við í mínum huga alltaf að hafa í forgangi að líta til þess að forðast það ef nokkur kostur er að reka hornin í stjórnarskrá Íslands, lýðveldisstjórnarskrána. Það finnst mér skipta gríðarlega miklu máli í þessu samhengi og sú hugsun þarf að vera með okkur sem hér störfum í öllu samhengi þessa máls. Af því að þegar lagt er til að hér séu samþykkt lög sem segja, með leyfi forseta, ef skýrt og óskilyrt lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu ákvæði, skal hið fyrrnefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Sama á við skuldbindingar sem eru innleiddar með stjórnvaldsfyrirmælum ef þau eru ósamrýmanleg öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Þegar lagt er til að texti þessi sé leiddur í lög, þá verðum við að hafa það í huga
að reka ekki hornin í stjórnarskrána. Og það finnst mér að stjórnarskráin eigi að njóta vafans ef einhver vafi er uppi. Og síðan mun ég, af því tíminn er að hlaupa frá mér núna, fara svona að nokkru marki inn í þau sjónarmið er varða svona bara þetta samspil þeirra reglna sem settar eru búnar til hér heima. Þið allir hér inni áttu að sjá hvað ég er að fara í þeim efnum og þess regluverk sem kemur frá Brussel og með hvaða hætti svona áhersla og hvernig við vinnum EES-innleiðingar hérna heima. Því að ég held að við hljótum flest að vera sammála að þær fá oft á tíðum aðeins aðra verkun hér í þinginu heldur en sú löggjöf sem á uppruna sinn hér heima, hvort sem það er í ráðuneytum eða hér í þinginu. Virðulegur forseti, ég vil biðja að setja